Já, góðan daginn, velkomin í Öryrkjaráðið í dag. Við erum hérna, ég heiti Bára Halldórsdóttir og við ætlum að fjalla í dag alls konar hluti sem tengjast svona utanfrá öryrkjum. Og ég fengi hérna til mín hana Sönnu sem borgarfulltrúi í Reykjavík og hérna útskrifuð sem mannfræðingur, það ekki? Jú, mikið rétt. Allavega að hérna þú eins og kannski einhverjir vita, ert hérna, móðir þín öryrki. Og mig langaði svolítið til að spjalla við þig það, hvernig upplifun það að vera barn öryrkja. Já, mamma mín sem sagt á örorkubótum núna og ég held að ferlið hafi svona byrjað þegar ég var 11 ára, minni mig, og hún sem sagt var á leikskóla hjá Reykjavíkurborg, láglaunastarfi og var líka í aukastarfi þar ofan á að skúra og svo bara ýmislegt annað svona persónulegt sem hún var að eiga við og þegar að það bætist ofan á þurfa að eiga við það í láglaunastarfi að þá á endanum hlýtur eitthvað að gefa sig og þannig að álagið var bara gríðarlega mikið og þetta var bara of mikið skiljanlega. Og þegar maður svona lítið tilbaka að þá hugsa maður einhvern veginn þarna var kona sem var að eiga við gríðarlega mikið og það ekkert stuðningskerfi sem að tók við og það hafa margir verið í þessum sporum að vera gjörsamlega að reyna að láta hlutina ganga upp og það einhvern veginn ekkert svona kerfi sem að tekur við og passar upp á að þú getur unnið úr þínum málum og svo tekur þetta ferli við, það endurhæfingarlífeyrir, metin á örorku og svo koma þessar bætur, þessi lífeyrir og þetta svo lág upphæð að þú ert einhvern veginn bara svona sett á pásu, bara lífið þitt og væntingar og þú getur einhvern veginn ekkert unnið þig út úr þessu, þú ert bara svona gjörsamlega föst, þú getur ekki verið að sinna þér eða vinna í þér og eins og ég var að tala við mömmu núna nýlega þetta afsakið og hún nefnir að á einhverjum tímapunkti að fyrstu 10 sálfræðitímarnir í einhverju prógrami eða eitthvað svoleiðis hafi verið niðurgreiddir þannig að þú stóð að sé gott náttúrulega að fá tækifæri til þess að opna sig og geta unnið úr einhverju að þá ertu kannski að byrja á einhverju þú ert að opna þig og svo bara herði, lokum á þetta, ekkert meira og við vitum náttúrulega hvað sálfræðitími kostar og getur ekkert haldið áfram í þeirri vinnu, í þeirri vegferð þannig það svona kannski vera rétt að hjálparhönd og svo bara klippa gjörsamlega á það þannig að eins og ég sá þetta það var bara svona hérna manneskja sem þarf gjörsamlega að hjálpa að halda og það ekkert kerfi sem tekur við en ég viðurkenni alveg að þegar ég var ung og núna skammast ég mín fyrir að hafa hugsað svona sem barn að það kom alveg á einhvern tímapunkti sem ég hugsaði bara hún alveg að gera hluti og á hún ekki bara geta einhvern veginn bara svona snappað út úr þessu en þá var hún alltaf bara að sitja á sig breið svona face heima við og svona vera til staðar fyrir mig og það náttúrulega bara kannski fordómar í samfélaginu sem maður hefur tekið á sig sem barn en svo hugsa maður náttúrulega þú veist maður var bara barn þannig að kannski skiljanlegt maður hafi hugsað svona maður ætti ekki að þurfa að skamma sín fyrir það en þannig að þetta svona þú veist maður hefur kannski hugsað ýmislegt bara eitthvað þú veist á fólk ekki geta gert hitt og þetta en þetta náttúrulega þú veist bara full vinna að vera að glíma við bara erfiða andlega þætti og þetta vinna þar sem þú getur aldrei tekið frí, þú ert alltaf á vaktinni, þú veist aldrei, þú ert alltaf á bakvakt eins og ég sé þetta, þú veist aldrei hvenær eitthvað kemur upp á og þetta einhvern veginn bara svona eins og ég upplifði þetta bara það eins og þú veist fólk setja aldrei svona setta pásu og ég svona tók eftir því að þegar að mamma var kannski að
rekast á fólk sem hún þekkti, kannski kunningja eða vini sem hún þekkti og það var svona, já, eitthvað, hæ, gaman að sjá þig og hvað ert þú að gera núna? Og þá svaraði hann kannski eitthvað svona, já, ég er heima eða, ég er á milli staða, eitthvað svoleiðis og þá hún skammir sín alls ekkert fyrir, sína stöðu, að þá getur það opnað á svo gríðarlega margt að segja bara eitthvað, ég er á örorkubótum og þá einhvern veginn, kannski út af fordómum í samfélaginu að þá svona gerir fólk ráð fyrir hinu og þessu sem að getur bara verið dálítið svona, erfitt að útskýra og ég meina, já. Já, ég kannast nefnilega við þetta og mér var svolítið skemmtilegt þú fórst að orða þetta með launin, sko. Með vinnuna. Ég kallaði mig á tímabili atvinnusjúkling og sagði það að ég væri í vinnu sem væri 24 tíma sólarhringsins, alla daga vikunar, alla mánuði ársins, engin jólafrí eða vinnufrí eða eitt eða neitt svoleiðis og frekar ömurleg laun og svo gat maður ekki einu sinni sagt upp. Þú getur ekki eins og fengið launahækkun og ef þú fær einhverja bónusa þá einhvern veginn, eða bónusa eða maður kalla það ekki bónusa, þá kemur einhvern veginn alltaf skerðing á móti. Já, maður er alveg einstaklega hræddur við það. Það er ekki auðvelt að skilja þetta kerfi heldur. Þannig að maður einmitt veit ekki hvað það er sem er að fara að koma í hausinn á mér. Mörg ár hef ég bara ekki gert neitt af því að ég er alltaf svo hrædd það af því ég er með smá vefjaþoku að ég skilji eitthvað vitlaust og svo fá ég bara allt í einu rukkun. Ég fekk einu svona 90.000 króna rukkun, sko. En þetta með skömmina, þetta er líka mjög algengur hlutur. Það er fólk, maður kvíðir alltaf þessari spurningu hvað ertu að gera? Og manni mitt eftir í kreppunni þegar allir fóru á hausinn, sko, og allir voru ekki að vinna, þá hætti fólk að spyrja þessari spurningar. Það var mjög þægilegt í smá stund, sko. En það er líka þetta, maður þurfi þá kannski að fara að útskýra sín veikindi og hvað er á bakvið og svoleiðis. Ég held líka einhvern veginn að þetta opinberir rosa mikið hvað við metum einhvern veginn allt og alla út frá vinnuframlagi, að við séum einhvern veginn bara vinnuvélar og líka bara einhvern veginn þessi orð svona skert starfsgeta og þá fór ég dálítið að hugsa hvað er samt skert starfsgeta. Við erum öll að leggja eitthvað til samfélagsins og það er bara misjafnt og það er bara í misjöfnu formi og ég meina ég skil alveg að við þurfum að hafa eitthvað svona kerfi til að geta metið þau sem eru bara óvinnufær til að geta sagt bara herði þessi einstaklingur þarf núna bara stuðning og þarf núna bara tekjur úr almanna kerfinu og til þess eru sjóðir hannaðir til þess einmitt félagslega kerfið ætti að vera það sterkt að við einmitt getum bara gripið fólk þegar það einmitt þarf hjálp og stuðning en mér finnst einhvern veginn þessi svona hugsunarháttur ég held að hann svona gegnsýr okkur í öllu að einhvern veginn við séum það sem við vinnum einhvern veginn að það sé einhvern veginn já það er bara brjála að gera hjá mér og ég vinn við þetta og það er einhvern veginn kannski bara þetta svona kapítalíska samfélag sem einhvern veginn metur hæfni okkar og virði okkar út frá því hvort að við getum framleitt eitthvað, einhvern veginn svona framleiðinni okkar og hvort það sé hægt að mæla það og svona árangur og við séum alltaf einhvern veginn að reyna að bæta okkur og einhvern veginn svona keppast við hvort annað en líka einhvern veginn svona innbyrðis svona já, ég vann 200 tíma í þessu mánuði eða já, ég fekk stöðahækkun eða já, ég 2 vinnum og ég ætla bara að vinna helling í sumar og það sé einhvern veginn orðin einhvers svona dyggð að vera einhvern veginn alltaf að og einhvern veginn samt erum við meðvituð oft að það sé ekki hægt en samt einhvern veginn að það sé eitthvað svona sem að fólk verið svona stolt af og að við þurfum alltaf að kannski vera meðvituð að það meira en klukkustundirnar sem situr á bakvið eitthvað. Ég meina, það er svo margt við einstaklingin sem að skapar manneskjuna og framlag til samfélagsins. Það er ekkert háð því hvort þú sért
skráður starfsmaður eða einhvers staðar eða hvort þú hafi stimplað inn á einhverjum x tíma og skilað 173,3 klukkustundum eða eitthvað svoleiðis, sko. Og en svo ef ég tala eins svona vinnuna út frá því bara sem unglingur að þá var maður náttúrulega farin að vinna bara snemma og ég man svo vel einu sinni í Fjölbraut að það var ég svo þreytt í einum tíma og kennarinn var eitthvað svona, já, þú veist, af hverju er svona þreytt? Og ég segi eitthvað svona, ég var að loka í vinnunni í gær og þá vann ég að matsölustað sem lokaði 11:30 á kvöldin. Þannig ég var svona í fyrsta lagi búin rétt fyrir miðnætti og átti þá eftir að koma heim. Og kennarinn segir eitthvað svona á við eitthvað, þú þarft ekkert að vera að vinna. Og mér minnir ég hafi bara svona brosa, en ég meina ég þurfti að vinna og það þarf að greiða ýmislegt og á tímabili var ég alveg að greiða skrásetningargjöld eða skólagjöldin í framhaldsskóla og þú veist, þetta er allt fljótt að tikka inn, þú veist, þessi Casio-reiknivél og skólabækur og þegar þú ert að greiða helming af leigunni og það mamma þín vill alveg, þú veist, greiða þetta allt, en þegar hún bara á svo lágum tekjum að það er ekkert hægt að vera bara að búa eitthvað frítt heima á sér og í námi og og að því ég var að tala við mömmu í símann áðan þetta og hún sagði bara, já, þú varst bara mjög fljótt bara, heyrðu, það er enginn að fara að greiða þetta, ég þarf bara að redda þessu, þú varst bara mjög meðvituð það, þannig þú bara lést þetta gerast, en ég meina þetta er ýmislegt sem kannski margir ekkert meðvitaðir og dálítið svona, já, þú veist, getur ekki ungt fólk bara búið heima í foreldri sínum og bara sinnt náminu, en ég meina það er erfitt þegar það er ekki endilega til fjármagn fyrir því. Já, ég held líka að mörg börn öryrkja sitji með þetta bara alveg fram á aldur. Sonur minn, hann til dæmis allan tímann sem hann átti að vona barni, þá var hann endalaust að pæla í því hvort hann þyrfti nú ekki að safna og gera eitthvað fleira og eitthvað svoleiðis og ég heyri bara á honum alltaf þessa hræðslu það að þú veist, það ekki pening. Og mér finnst það rosalega leiðilegt, en ég held að komi bara beint frá því að ég þurfti mjög snemma hann þurfti mjög snemma að verða meðvitaður okkar fjárhagsstöðu. Vegna þess að ég þurfti svo oft að segja bara nei, því miður, við getum það ekki út af þessu eða hinu. Og þannig að það er eitt af því sem að manum finnst þetta mjög óþægilegt að þurfa að bæta þessum áhyggjum pínulítið ofan á börnin sín. Og ég líka held að þegar maður er að tala virði einstaklings, sko, ég var móðir, þannig ég sá uppeldi og andlegan stuðning og svoleiðis. Ég er kannski ekki aktífasta móðir í heimi, en og ég meina ég er vinur og í svona ýmislegt sem maður gerir kannski sjálfboðaliðavinnu og svona hægt og rólega aktivisti og svo framvegis. Og mín vinna náttúrulega fyrsta lagi er að ná að halda heilsu að einhverju leyti, þannig að þess vegna kemur það kannski ekki beint út. En það er aftur á móti fullt af fólki í vinnu af því að ég og aðrir erum veik. Þannig að við sköpum líka vinnu og borgum náttúrulega skatta af okkar bótum og þannig að það er svona eitt fítus líka í þessu öll saman, sko. Nákvæmlega, og þetta er einmitt, þú veist, þetta er svo margir þættir sem að fólk bara virðist ekki átta sig á og svona ímynda sér að öryrkjar sé bara heima og hafa ekkert að gera yfir allan daginn og svona ímynda sér að þetta sé einsleitur hópur og það er bara svona mjög leiðilegt að heyra það að fólk sé bara eitthvað svona, já, þú veist, ertu ekki bara eitthvað heima og hefur það fínt og maður er bara að byrja, hefur þið séð þessa tekjur, hefur þið séð hvað þetta er lítið og þetta er bara, einmitt skattlagt og þetta er, þú veist, og svo ég tali aðeins, ég glemdi að nefna áðan með, að vera að vinna með námi, að maður er náttúrulega, sko, þakklátur fyrir að hafa svona
vitund og mér finnst náttúrulega gott að börn séu meðvituð bara hvað hlutirnir kosta í samfélaginu, börn og ungmenni. En maður svona einmitt veltir því kannski fyrir sér svona hversu snemma kannski þetta eigi að byrja og svona ábyrgð samfélagsins kannski á því að mörg börn í þeirri stöðu að geta farið svona áhyggjulaust og vel útkvílt í gegnum námið, á meðan að önnur geta ekki og þetta fylgi einmitt eins og þú ert að segja kannski börnum svona áframhaldið í gegnum lífið, en það einmitt sko eins og þú segir þessi fordómar, maður bara skilur ekki hvernig fólk geti leyft sér að bara svona alhæfa rosalega mikið. Já, þetta kemur náttúrulega, sko, ég held að þetta komi nefnilega ekki bara út úr lausu lofti, af því að það hefur bæði þingumræða og þeir sem að þykjast hafa vitað þessu hefur náttúrulega mörg ár verið svolítið að ýta undir þetta. Ég meina, við vitum til dæmis hver var það, var ekki Vigdís Hauks sem að sagði það einhvern tímann að öryrkjar þyrftu enga peninga því að þeir væri ekki að gera neitt. Og svo kom í ljós bara fyrir nokkrum árum að alltaf þegar var að vera að tala bótasvik, að sú tala var byggð á, það var einhver fyrirtæki í Danmörku sem að gerði spurningakönnun á fólki, ég held að það veri kannski 100 manns eða eitthvað, og spurði þá hvað þeir héldu að væri verið að svíkja mikið út úr bótum. Svo tóku þeir meðaltöluna að því og gerðu þá tölu að tölunum sem þeir héldu að væri verið að svíkja út úr. Og svo tóku við þá tölu og reiknuðum hana út frá höfðatölu. Þannig að það talan bótasvikin. Svo líka það mjög áhugavert, ég hef aldrei hitt neitt sem að hefur, þegar maður byrjar að tala svona, að þá hittir maður endalaust fólk sem bara eitthvað, ég veit nú þennan og þennan sem að svíkja á bótum og svoleiðis. Og það náttúrulega augljóslega fólk sem hefur ekki þurft að díla við pappírsflóðið og vandamálin sem tengjast fyrsta lagi því að fá bætur og í öðru lagi að reyna síðan að bjarga sér á þeim tekjum. Þetta mjög mikið ferli sem þú þarft að fara í gegnum. Það ekki eins og við getum bara sótt á netinu og haka við og haldið áfram að fá tekjur frá Tryggingastofnun ríkisins. Og svo líka þá ef í einhverjum tilfellum, örfáum tilfellum, einhver skyldi vera að sækja tekjur sem að viðkomandi kannski ætti í einhverjum tilfellum ekki rétt á, að þá veltir maður því fyrir sér hvort það sé þá ekki einhvers konar svona félagslegur vandi þar bakvið sem að þurfi þá að vinna með ef einhverjum finnst að þetta sé lausnin. Þannig að ég held að bótasvik sé nú ekki eitthvað þannig séð eitthvað stórt vandamál, sko. Það bara einmitt tölur hafa sýnt og það alls ekki, sko. Þannig að maður verður bara þreyttur á því að heyra þetta, að einhver myndi vilja leggja, að stór hópur fólk sé að leggja svona greiðlega mikla vinnu á sig til þess að fá einhvern smá pening. Ég meina, hver myndi gera það? Og eins og þú segir, og ef einhver gerir það, ég hef nú stundum sagt það, sko, ef einhver gerir það, miðað við það vinnu sem það hefur kostað mig alltaf, þá finnst mér eiginlega að vera búin að vinna fyrir bótunum. Því að það alveg hörku vinna að vera á bótum. Og það náttúrulega verið að gera það við fólk sem hefur í raun og veru ekki orku til að sinna þessari vinnu að þessu magni. Og það virðist, sko, ég hef það í óstaðfestum fréttum frá konum sem vann á Tryggingastofnun að þeir höfðu svo lítinn tíma og orku í vinnuna sína á vissum tíma, það var allt saman á flóði, að það var bara ákveðið að neita alltaf fyrst og sjá hverjir myndu sækjum aftur, eða áfrýja. Þannig að maður veit svona hluti og þannig að vandinn ef einhvers staðar er Tryggingastofnunar megin heldur en okkar. Nýlega IP-tölu njósnanir og svo framvegis. Þetta rosalegt og líka það sem ég teki eftir í gegnum tíðina að
til dæmis eins og mamma mín hefur verið að komast að ýmsu ekki gegnum Tryggingastofnun, heldur í gegnum fólk sem hún þekkir, sem hefur verið að segja henni bara, herðu, þú getur átt rétt á þessu, ertu búin að athuga með þetta? Og maður hugsa bara, býttu, ætti Tryggingastofnun, ætti hún ekki að sjá til þess að fólk vita allavega réttindi sín, og maður hugsa bara, þessi stofnun, það eins og það sé hannað til þess að bara gjörsamlega draga úr því að fólk sæki það sem það á rétt á, og þú veist, þetta bara, sko, það eins og sé einhvern veginn hugsa, sko, bara, herðu, nú eru þið búin að sinna ykkar fyrir vinnumarkaðinn, allavega varðandi þennan hóp sem að þá bara gjörsamlega bugast á vinnumarkaði á meðan það á honum, og einhvern veginn hugsunarhátturinn sé bara, herðu, þið eru búin að sinna ykkar, við ætlum bara að greiða ykkur bara lága tekjur og bara þið með bara vera við ætlum ekki að gera neitt meira fyrir ykkur. Þannig sé ég þetta þegar ég lít á þetta utanfrá, og mér finnst bara gjörsamlega magnað að allir sem að fá greidda tekjur frá Tryggingastofnun ríkisins geti bara verið að komast af mánuð eftir mánuð, og mér finnst að þessir einstaklingar ætti að taka stjórnvöld í fjármálalæsi í kennslu. Já. Og kenna hvernig sína bara fram á hvernig hægt að komast af á þessum upphæðum, af því að ég bara þoli ekki þetta orð fjármálalæsi þegar það verið að segja einhverjum fátæku fólki að það þurfi bara að fara betur með peningi sinn, að þess vegna sé það fátækt. Maður bara nei, það ekki fátækt út af því, það fátækt út af því að tekjum misskipt í þessu þjóðfélagi út af að það allt of lítill peningur sem að einstaklingar fá í tekjur og laun, og þess vegna ég bara svo glöð að sjá núna í borginni að lægst launa á fólkið og verkalýðsforystan og í öðrum sveitarfélögum að lægst launa á fólkið þar, að það að stíga fram og segja bara, herðu, hingað og ekki lengra, við sættum okkur ekki við þetta og við ætlum að fá mannsæmandi laun. Og fyrir mér þetta mjög fyrirbyggjandi aðgerð sem að stuðlar að því að vernda geðheilsu og andlega líðan fólks, af því að það hljóta bara allir að átta sig á því ef þú ert á lágum launum ár eftir ár þar sem að ekki gengur upp, að þá mun á endanum eitthvað bogna, og við sjáum það með fjölgun öryrkja að þetta eru mikið konur sem eru 50 ára eldri, þannig að maður hlýtur að spyrja sig hvort það sé ekki eitthvað bara í samfélagsgerðinni og hvort það getur þá verið með láglauna konur sem hafa líka verið að sinna öðrum skyldum og þáttum í lífi sínu. Hvort það getur verið þessi Ég kannast líka vel við það, þótt ég fyrir ekki að ég greip fram fyrir þess. Ég kannast mjög vel við það að einhvern veginn, þú ert aldrei orðin nógu veikur fyrir þú ert orðin of veikur. Þannig að þú færð ekki, ef þú fengir stuðninginn fyrir í ferlinu, að það væri betri virk, hefur reyndar komið örlítið inn í það, en það ekki á öllum stöðum. Og líka bara, þú veist, það sem að ég hef sérstaklega tekið eftir þessu að náttúrulega auðvitað eru þeir sem að eru metnir á örorku, þetta er fjölbreyttur hópur, en eins og ég hef svona mest náttúrulega verið að sjá þetta út frá andlegu hliðinni. Ég meina, ef þú ert fótbrotin með opið beinbrot, þú veist, þá einhvern veginn allt gert. Ef þú ert að díla við eitthvað andlegt, þá bara eitthvað svona, þú veist, þá er ábyrgðin öll á þér, þú þarft að vera duglegri. En ég meina, ef ég myndi einhvern veginn fótbrjóta mig, ég held að enginn væri bara eitthvað herði. Þú þarft bara að taka ábyrgð sjálfur þér, þú hefði bara átt að labba hægar niður tröppurnar og vera bara meðvituð hvert þú varst að stíga og hvernig þú varst að stíga. Þú hefði bara átt að vera í núinu til að bara tryggja það að þú hefðir ekki snúið svona upp á fótinn og dottið svona fastnalega niður tröppurnar og fótbrotnað. Þú veist, það er einhvern veginn, ég er að reyna að færa þetta yfir á þetta andlega, því það er einhvern veginn bara eitthvað svona, já, herði, þú varst ekki að sinna þér nógu vel. Þú veist, það er ekki eins og eitthvað djúpöndun og jógatímar sé einhvern veginn að fara að koma í veg fyrir að mótus sendi innheimtubréf innum. Nákvæmlega, og það er einmitt sko, fítus í þessu. Til að byrja með, mín veikindi eru sem sagt þannig að
í mjög langan tíma þá var ég greind þunglynd. En svo komast þeir að því að þetta var þreyta af verkjum sem að ég túlkaði ekki, ég náði ekki að túlka sem verki. Og þannig ég var mjög lengi inn í geðkerfinu og það einmitt akkurat þannig að þú átt bara að vera bjargaður og reddaður og svona og maður labbaði inn á bráðamóttöku algjörlega búin á því og bara já, einmitt, heyrðu, er lyfseðill og svo skaltu bara fara út í gönguferð. Og svo var aldrei hringt og tjekkað á manni. Maður gat bara verið að labba heim og offa sig, sko. Og þannig ég upplifði mjög seint að það væri gripið almennilega í hlutina. Og svo ef þú líka, eins og ég, passar ekki inn í einhverja kassa, sem bara, er hreyfihömluð kona í hjólastól og hér er kona sem er blind og hér er svona eitthvað. Ég fell inn í einhverja 3 flokka eða eitthvað svoleiðis, að þá er það líka bara eitthvað sem er alveg endalaust vandamál. Og svo alltaf þegar þú þarfst að sækja eitthvað, þá er það alltaf 20 vottorð, svo þú þarfst að sækja út allan bæ og borga fyrir þau oft. Já. Og það er eitthvað sem er alveg rosalega erfitt. Og svolítið fyndið að núna í þessu COVID-dóti og þá allt í einu er hægt að senda þetta allt saman rafrænt á milli. Og þá er allt í einu hægt að skrifa undir rafrænt. Í staðan fyrir að fólk sem er geypilega veikt, eins og ég hef verið, sé einhvern veginn að taka 4 mánuði í það að sækja eitthvað einn pappír út af því að það komst ekki á þessa skrifstofu á þessum tíma til að gera þetta. Leið og þarfirnar er einhvern veginn fyrir stóran fjölda fólk sem að telst vera í gæsalöppum venjulegur og þá einhvern veginn er allt hægt en það er einhvern veginn eins og öryrkjar sé alltaf skildir eftir. Það er bara, við sjáum það bara, þú veist, eiginlega alltaf. Það er aldrei gert ráð fyrir þessum hópi fólks og maður verður bara svo reiður og já, mamma hefur með mitt oft bara tekið mörg svona reiði símtöl, sko. Það er einhvern veginn aldrei viðbragðsáætlun út á COVID, það kemur eitthvað svona smá klausa, þú veist, 1 setning með 3 orðum liggur við og maður er stundum bara eitthvað hvað, þú veist, og ég velti fyrir mér varðandi COVID að það er einhvern veginn bara eitthvað svona herði við sem samfélag ætlum að komast í gegnum þetta og maður er bara eitthvað, ok, þið ætlum að komast í gegnum þetta þannig við endum á sama staðnum þar sem að samfélagið var jafn slæmt fyrir öryrkja. Er það planið? Því þið ætli greinilega ekki að gera neitt til að laga stöðu öryrkja, eða þú veist, ég rétt hana af, já. Ég fæ 20.000 kall kannski. Já, verður það. Það verður rosa gaman. Ég hef sagt frá því í öðrum þætti að það er þannig að þegar þið breyttu lyfjagreiðslukerfinu fyrir nokkrum árum, að þá breyttu þeir því þannig að þú byrjar á því að borga mikið og svo svona dregst það niður yfir árið. Og það þeir breyttu kerfinu maí-júní, maí-júní-júlí. Þannig að flestir byrjuðu að borga stóru upphæðina þá. Þannig að flestir öryrkjar borguðu orlofið sitt í lyfin og það voru alveg 4 ár. Þess að ég fór ekki til sumarfrí út að ég borgaði orlofið mitt í lyfin. Og svo ég var eitthvað að spyrja hvort ég geti að fengið að dreifa þessu eða eitthvað. Jú, þú getur fengið að dreifa þessu í 3 mánuði. Í staðan fyrir að þetta sé bara sama upphæðin allt árið eins og það var. Einhvern veginn, ég veit ekki, þetta er bara mjög furðulegt. Og þetta er svona aukalutir sem að fólk einmitt ekki áttar sig á. Þegar maður er alltaf á núllinu þá fer maður alltaf alls konar leiðir til þess að redda sér. Og maður kaupir lélegri skó og maður þarf að kaupa það oftar og maður kaupir þetta og hitt bara í neyð. Maður er veikur heima og maður verður að panta heim mat. Og ég fór í fjármálaráðgjöf eins og man nú ekki alveg í hvaða batteríi það var. En það var einhver sem okkur var boðið í fjármálaráðgjöf. Jú, það var Fjöló. Og við förum, hann opnar heimabankann hjá mér og fyrir að fara yfir og skoða. Svo segir hann, ég sé að það er 18.000 krónur í Dominos. Er það ekki eitthvað sem þið getið sparað? Og þá labbaði ég bara út. Af því í fyrsta lagi að 18.000 krónur fari í Dominos á ári er ekki einhver ofeyðsla.
í öðru lagi, það ekki það oft sko, þessi 1000 króna tilboð þetta oft ódýrari heldur en efniviðurinn í matinn sem að þú myndir elda. Og svo það sem ég sagði honum ekki var það að 16.000 af þessu var pítsurnar í afmæli fyrir sonum. Já. Og að því að sko, ég var náttúrulega bara mjög nýlega búin að lesa einmitt grein þetta, hvernig þeir alltaf að reyna að setja tyggjóklessu í gatið á Kárahnjúkavirkjun sko. Það bara ekki að fara að gera neitt. Það sem þarf að laga eru stóru hlutirnir. Það ekki það að öryrki leyfi sér ís á og til eitthvað dæmi, það bara ekkert að fara að bjarga neinu sko. Þú kemst ekki úr fátækt með því að hætta að kaupa þér eina Dominos-pítsu sko. Ég og mamma eigum svona Dominos-sögu, þá vorum við með að bíða eftir launum og mér minnir að það átti að koma inn eitthvað svona miðnætti eða eitthvað, laun frá mömmu eitthvað og þá voru að bíða og hún var sko að segja mig frá þessu og ég held við hefum alltaf verið að hjóla niður í Dominos og tjekka hvort það væri komið eða eitthvað. Þetta var eitthvað svona svaka sko og það var ekki komið og hvort vorum alltaf að fara tilbaka og reyna að panta pítsu að kvöldi til eða seint eitthvað því allt annað var lokað og það hefur samt örugglega verið megavika eða eitthvað því maður örugglega ekki að fara að splæsa ykkur svaka pítsu eða eitthvað og samt hugsa maður bara eitthvað, fátækt fólk að kaupa pítsu og ég bara opinbera það í sjónvarpsþætti og eitthvað og þannig að stundum ekkert annað einhvern veginn og maður búin að vera svangur lengi og þetta eina sem opið og maður að fara að fá pening þannig að maður kaupir auðvitað pítsu. Og svo á maður börn og fjölskyldu og þarf kannski af og til að líða eins og manneskju. Og ég hef líka mikið lent í því að fólk sér mig með eitthvað sem einhvers virði. Til dæmis að ég á svona 2-3 fallega hringa sem mér hafa verið gefnir. Og ég var kallið hringadrottning í einhverju kommenti. Það eins og fólk gerir ráð fyrir því að þegar þú ert orðinn svona fátækur þá selurðu bara allt og bara sefur bara gólfinu og það leysir eitthvað. Það leysir náttúrulega bara ekki neitt. Þú ert ennþá að fá 245.000 krónur útborgaði eins og ég. Og ég sem betur fyrir ekki á leigumarkaði en 245.000 á mánuði eru bara, það langt undir lágmarksframfærslu. Og það líka svo margt sem maður hefur einhvern veginn sko, sem maður eftir þetta allt saman, sem maður þarf einhvern veginn að læra að telst alveg eðlilegt að gera. Að það alveg eðlilegt að panta sér reglulega tíma í klippingu. Að það megi alveg. Og að það sé alveg eðlilegt að kaupa nýja íþróttaskó ef að hællinn byrjaður að opnast innanfrá og skera dálítið í hælinn og maður sé svona já, kannski hætta að nota plástra til að plástra á innanfrá. Maður alltaf nei, ég get látið þetta duga lengur og maður bara að keypti bara nýja skó og þú getur það. Það svona ýmislegt sem að litla barnið í manni ennþá kannski að segja manni að gera og maður þarf svona að segja við litlu sönnu bara eitthvað, hætti þessu, skilur þú mátt núna. Já, ég einmitt sko smá horter í mér, það hægt að laga þetta. Ég á svona lím fyrir þetta, ég tek mér einhvern tíma til að laga þetta og eftir þess að ég var veikari, því minna gat ég líkamlega gert. Og svo bara tók ég einhvern tíma þessa ákvörðun bara, nei, ég get bara ekki átt, 70 viðgerðarhluti. Ég lánaði vinum mínum sem vinafólks míns saumavélina mína bara ég hann fá hana til að nota hana og bara ef eitthvað kemur upp á þá getur hann þá saumað eitthvað fyrir mig og svo framvegis að því ég var alltaf að halda í allt saman svo nálægt mér bara ég get ekki hent þessu að gæti komið upp á að eitthvað Fyrir utan þetta mánaðamóta geðveikina, þar sem að maður, bara já, það komið mánaðamót, ég er búin að borga reikninguna, já þetta eftir, ég verið að kaupa þetta í matinn og svo einhvern veginn eftir kannski 18. eða 19. þá maður bara einhvern veginn, og hvernig redda ég mér svo? Það ekki maður hafa að kaupa eitthvað rugl og vitleysu, það bara það að maður bara, ok, nú er ég peninga í smástund, ég þarf að borga, bli og allt þetta. Og já, svo þarf maður að hringja og betla í hinum og þessum og reyna að redda þessu og
svo komu smálánin og svo kom Netgyro og Pay. Þú veist, ég ger alltaf við bílinn minn á Netgyro eða Pay, þú veist, skiptum dekk og allt þetta og dreifið í þessi 3 ár sem hægt sem 2000 og eitthvað krónur á mánuði. Það eru komið núna 2 ár af því, þannig ég er að borga 6.000 krónur á mánuði af því. Af dekkjaskiptum síðustu 3 ár, sko. Þegar ég var að klára námið mitt þá þú veist, þó maður hafa alltaf unnið mikið með námi, en þá svona loka kaflanum þá þurfti maður dálítið að minnka vissi námi og leita í þetta sem þú telur upp og á tímabila og bara gat ekki borgað, þannig maður kom með dálítið mikið af umstöðum frá innheimtufyrirtækjum og ég var ekkert að opna þetta strax, þannig ég var að safna bara svona bunka og mér fannst þetta bara svo fyndið því maður var löngu komin yfir sjokkið. Og ég held að maður sé bara annarkvort hlæjandi eða grátandi og maður tekur dálítið kaldhæðnina á þetta. Já, og líka bara velja og hafna einhverju reikningum og svo ég gerði nú grín að þessu þegar Klausturmáli var, ég meina hvað ætlar að taka af mér, hundinn eða? Já, nú ansi lítið, þótti ég, já, nú þessa íbúð svo sem. En þar kemur inn annað, að ég til dæmis á íbúð og bíl. En ég á íbúð og bíl út af því ég á fjölskyldu sem gat stutt mér í að eiga íbúð og bíl. Þau geta ekki alltaf stutt mér í öllu og það er takmark fyrir því hve mikið þol maður hefur í því að skríða á hnjánum og betla af fólki í kringum sig. En ég væri núna að berjast á þessum leigumarkaði þar sem að ég væri að borga sko allavega 200.000 krónur fyrir þessi íbúð sem ég er í. Miklu meira en það jafnvel og ég veit ekki alveg, ég veit bara ekki hvernig það hefði átt að ganga fyrir. Og það svo margir í húsnæðisstörf núna og bara biðlistar og það er eitthvað sem maður þarf algjörlega núna að bara byggja. Já, það var líka sko tímabili þá sótti ég áður en ég var eignast húsnæði, þá sótti ég svona íbúð hjá félögum og þá sá maður það að þeir sem voru að fá íbúð, svona í einhverju svona pirringskasti þá sagði ég einhvern tímann bara, þannig ég þarf bara að verða, þú veist, út úr vatnaða dópisti sem að býr á götinu og næstum búin að drepa mig til þess að fá þessa íbúð, eitthvað. Því það var rosalega mikið eitthvað svona, þú sýnist geta bjargað þér, nei, við þurfum ekki að ýta þér einn. Og auðvitað átti þessi fíkill alveg rétt á þessum íbúðum. En þetta var rosalega erfitt að sitja í þessum biðröðum og sjá einhvern veginn hvernig þetta er svona magnleysið í kerfinu. En mér langaði að spyrja þig eitt, svona af því að nú segir þetta, þú ert alin upp við kannski ekki sem bestu kjörin og svo ert í menntaskóla að vinna og allt þetta. Hvernig, þú veist, gagnvart þínum jafnöldrum og svoleiðis, hvernig upplifirðu það og hvernig kom það út? Sko, ég held að það hefur bara verið rosalega gott að bara læra það sem maður lærði og ég kannski, það var náttúrulega fjölbreyttur hópur sem var með manni í fjölbreytt. En ég kannski tek meira eftir þessu í háskólanum þegar maður sér svona kannski og þar var maður líka með alveg marga í kringu sig en þegar maður sér með sko hver getur einhvern veginn komist hjá því að taka námslán, búið hjá foreldrum og og hver þarf að vera að vinna. Þá svona finnst mér þetta orðið meira sýnilegra sko og kannski líka þegar maður orðin sko, þú veist, þetta gamall að þá finnst mér maður sjá meira svona svart og hvítu hvað margir hafa einhvern veginn svona félagslegt tengslanir til þess að geta bara sko, það er alveg frábært að bara ungmenni geti verið þá bara búið í foreldrahúsum og verið að sinna náminu. Mér finnst það bara mjög gott og en svona ég viðurkenni að já, stundum var maður aðeins að fara á klósettinn og loka
augunum í nokkra mínútur. Það er mjög gott að fara klósetin hérna í Odda í HÍ, af því það hægt að loka alveg hurðinni, þú veist, það getur ekki séð skilur lappirnar eða neitt, þannig að maður náður svona aðeins bara svona nokkra mínútur. Já. Þannig að, já. En hérna, sko, já, við erum nú búin að tala um þetta í svolítið tíma, því að þetta í raun og veru kannski svolítið mikilvægt mál. Ég fæði kannski betur til þess að tala við mig málefni öryrkja í borgarstjórn einhvern tíma seinna. En hérna, mér langar líka til þess að spyrja þig, sko, að þú varst að tala láglaunafólkið og það náttúrulega verið að berjast fyrir launum þeirra. Og en sem sagt öryrkjar einhvern veginn fljótandi einhvers staðar, ég veit ekki alveg á hverju þeirra tekjur eru byggðar. Og ég hefði mikinn áhuga á því að sjá til dæmis verkalýðs forystuna taka inn þessa hugmynd að þú veist, lægstu laun hjá þeim séu þá að það sé einhvers konar tenging þar á milli. Ég veit ekki hvort þeir hafa til þess styrk eða annað, en af því við erum náttúrulega algjörlega óhæf að fara í verkfall eða að gera einhverjar kröfur. Og líka það koma náttúrulega, það sem kannski verst við þetta allt saman þegar fólk segir, já en þú hefur réttindi fyrir þess, réttindi á þessu, rétt á þessu, rétt á hinu. Og þú segir, já, veistu, það var samþykkt fyrir mig þetta. En það er hvorki til starfsmaður né peningar til þess að veita mig þjónustuna. Þannig ég hef aldrei fengið það. Og mér mikið langar til þess líka að fólk geti, það er alltaf svo getur þú fengið styrk frá stéttarfélaginu til að fara þetta námskeið og svona. Ég væri til í að sjá sem sagt, styrkjandi hluti eins og þessa fyrir öryrkja. En einmitt, nú erum við búin að tala svolítið það hluti sem kannski voru erfiðir við það að eiga foreldri sem öryrki. Sérðu eitthvað sem var kannski betra eða nánara eða jákvætt? Já, þó ég vildi náttúrulega óska þess að mamma mín hefði ekki þurft að ganga í gegnum þar sem hún gekk í gegnum, þá hefði ég ekki vilja breytt neinu. Þetta bara kennir manni rosa mikið og ég er bara mjög þakklát fyrir það að vera þá með einhverja stéttavitund. Ég er mjög þakklát fyrir það að vita, þú veist, allavega eitthvað þennan þátt í samfélaginu og auðvitað veit ég að það eru mörg börn sem hafa sennilega haft það miklu verr og ég held að sé bara alltaf gott að læra þetta alltaf á hlutina og þó það sé mitt mjög erfitt að þá bara finnst mér mjög gott að hafa þessa reynslu og mjög gott að geta mitt tengt við það að vita hvernig þetta og þó ég sé á góðum stað í dag að þá er þetta eitthvað sem alltaf með manni? Já, það er náttúrulega, ég er persónulega mjög ánægð að hafa manneskju í einhvers konar stjórnmála umhverfi. Mér fannst yndislegt að fá Halldór Auðar á sínum tíma inn með reynsluna sína af geðkerfinu og mér finnst yndislegt að hafa inn í einhvern sem sér þetta frá þess okkar hliðinni sem við erum með. Ég meina, ég var að horfa á það bara nú rétt síðast, sko, að það á að hækka sekt, ef þú til dæmis ef þú kemur og semt með bíliðin í skoðun, þá ætla þér að fara að hækka viðurlög við því og þetta er alltaf eitthvað svona, já, til þess að fólk borgi nú bara. En þetta er alveg fyrst til að bitna á öryrkjanum sem hafði ekki efni á því að tíman til þess að gera þetta akkurat í þessum mánuði og þarf síðan að rætta sér. Og þannig að það er ýmislegt svona. En ég sem öryrkjamóðir allavega upplifði það að ég gat kannski allavega verið miklu meir leyti til staðar heima. Já. Og ég gat kennt synum mínum alveg fullt lífið sem ég hafði lært og og hann er nú að standa sér bara þó nokkuð vel í foreldrahlutverkinu, þannig að það er nú
eitthvað hefur smitast yfir og svo hluti af því bara hvað hann yndislegur. En það mjög mikið af svona að vera móðir öryrkja, vera öryrki og vera móðir mjög oft, manni finnst því sem maður hafi ekki gert þetta nógu vel, manni finnst því sem maður hafi ekki gert þetta nógu vel og maður finnst eins og maður sé ekki að standa sig sem móðir og svo framvegis. Og það var hringt á barnaverndarnefnd út af því að ég var svo mikið lasin upp í rúmi, fólk hélt að ég var ekki það var alltaf verið að hringja á barnaverndarnefnd á mér og kom aldrei neitt út úr því. Þær komum bara hæfur, komin aftur, við þurfum að fylgja þessu eftir. Já, leikskólinn og skólinn segir að það gangi allt saman ógeðslega vel, eitthvað. En það eru náttúrulega, já, þessi kostir fyrir þessu og ég með mína reynslu hef líka geta lagt til samfélagsins og svo gleymist líka mjög oft að fólk einmitt, eins og segir, búið að vera að vinna í mörg ár áður en að það kemur á örorku. Líka, sko, ég sá mömmu mína svo rosalega lítið þegar hún var bara í mínum huga alltaf að vinna. Þetta var bara helst kvöldin og helgar og þú veist, ég var náttúrulega sofnuð á kvöldin að því að tímabili man ég að þetta var bara eitthvað alltaf í skólanum, svo fór ég til ömmu og svo kom unglingsstelpa sem barnapían sem fór með mig heim og ég sofnaði þar eða hefði sofnað hjá ömmu og hún var, þú veist, að fara með mig heim og þá var mamma að koma heim þegar ég var sofnuð og þannig þetta var eiginlega morgnana og svo kannski helst helgar sem að ég var að sjá hana og og það náttúrulega breytist þegar hún metin á örorku en þannig að þú veist, hún náttúrulega ekki þá alltaf í vinnunni. Já. Má ég spyrja þig eitt að því að nú kemur þetta mitt beint inn á hlut sem nýlega búið að ræða rosalega mikið. Þetta með, hvað var það, styttingu vinnuvikunar og eitthvað leikskólaplássis dótari sem var þar daginn. Hvernig, af því að þar var ég einmitt bara svona eiginlega bara á báðum hliðum. Ég var algjörlega því sammála því að það ætti að breyta þessum hlutum. En svo var ég líka bara horfandi upp á einmitt, vitandi það að það eru einmitt mæður í 12 störfum og þá verður þetta ennþá meira rót jafnvel fyrir börnin. Hvernig sérð þú það? Sko, auðvitað viljum við stytta vinnuvikuna og auðvitað en við verðum að byrja á réttum enda. Það eru bara margir gjörsamlega í þeirri stöðu að þau geta bara ekkert náð í börnin sín fyrr. Og auðvitað hefði ég vilja, þú veist, á tímabili var ég í frístund og ég var að rökra við mömmu mína bara ég get ekki meira af þessu og mér langar bara að fara heim til mín og mamma bara þú ert alltaf ung til þess að vera ein heima hjá þér og hún hefði sannlega ekkert efnið á þessu, skilur, en þú veist, staðan var bara þannig að hún bara matar sem svo að ég væri of ung til að vera ein heima hjá mér en síðan endaði þannig að ég fekk síðar að fara bara rölta heim seinna meir, en staðan bara þannig að þó að margir foreldrar vilji ná í börnin sín fyrr, þá bara staðan ekki þannig. Þannig við þurfum að byrja á því að fólk sé í þeirri stöðu að geta farið fyrr heim úr vinnunni áður en við skerðum tíman og skoða bara leikskólastarfið innanfrá. Þannig að auðvitað viljum við ekki heldur vera að setja álag á starfsfólkið þar. Væri kannski líka möguleiki að hafa einn starfsmann á hverjum degi sem þeir gætu bara skipt því út, sem væri aðeins lengur fyrir þessu örfáu börn sem að virkilega þurfa að því að halda. Það er kannski einhver svona hlutur sem að maður gæti séð fyrir sér. En ég er alveg sammála með það að sem sagt, allt á Íslandi er miðað við miðstéttina og það er bara að því að hún er stærst og það er mest í gangi þar. Og ég er alveg með ég vona að það sé stytt eitthvað einhvers staðar, gerir það verkum að einhverjir af þeim sem að vinna svona mikið lendi þá í þeirri stöðu að yfirmennirnir þeirra þurfi að breyta hlutum. En maður kannski bara trúir því kannski ekki samt alveg, sko. Og þannig að ég var oft, þegar ég var að ræða þetta við fólk, þá sagði ég oft, sko, já, ég er alveg sammála því. En það er bara ekki allir með þau forréttindi að geta þetta og við þurfum þá að vera með aukaplan fyrir þá sem að geta þetta ekki. Nákvæmlega.
Og við erum nú komin Helgi, ég held að þú þarft að fara eitthvað annað fljótlega, það ekki? Jú. En það búið að vera rosalega ánægilegt spjall og einmitt mér fannst svolítið svona gaman að fá sín barns á, já það bara svona, já við spjöllum svona saman, ég sem mamma og þú sem barn. Og ég ætla kannski bara að biðja þig að segja mér, er það eitthvað sem þú myndir kannski vilja koma framfæri á endan? Bara rosalega flottur þáttur og mikil vinna sem á bak við þetta. Bara endilega haldið þess áfram. Takk fyrir mig. Takk kærlega. Við erum náttúrulega við erum með Facebook síðu sem heitir Öryrkjaráðið og síðan erum við að gefa út á stöð sem heitir Samstöðin sem líka með Facebook síðu. Endilega sendi okkur hugmyndir, spjalli við okkur, láta okkur vita ef þið viljið koma einhverju á framfæri. Og við þakkum bara kærlega fyrir okkur í dag og bara þangað til næst.